Dagurinn markar tímamót í lífi unglinganna. Þá staðfesta þeir skírnarheitið fyrir framan altarið og eru teknir í fullorðinna manna tölu. Í dag var verið að leggja síðustu hönd á fermingarundirbúninginn hjá þeim unglingum sem fermast á morgun. Það var verið að máta fermingarkirtla og fá góð ráð hjá prestinum, en hvers vegna kjósa unglingar að láta ferma sig? Sumir út af gjöfunum og sumir bara staðfesta kirtlina því þau trúa. Bara þetta er skemmtilega athöfn og bara gaman. Hvað hefur þið lært á þessum fermingarundirbúningi? Margt í sambandi Jesú og Guð og að elska aðra eins og sjálfa sig. Það er gaman að halda veislu við ættingjana og svo náttúrulega og pakka líka. Sölumennska setur óneitanlega sinn svip á þessa trúarathöfn og eru fermingarnar drjúg tekjulind fyrir marga. Það eru tilboð veislur, það eru tilboð hitt og þetta, vera brún og sæl fyrir ferminguna og það eru tilboð raðgreiðslur og hinu og þessu, tilboð myndatökur, tilboð hárgreiðslu og það eru fjöldi manna sem hefur samband við okkur prestan og spyr má ég dreifa þessum og þessum bæklingi í fermingatíma? Má ég koma til þín og láta þau fá þetta og þetta er mjög sérstakt tilboð, segja menn og það reyna allir. Og hvað heldur þú að fá svo í að gjöf? Ég fékk nýtt herbyggi, stærra og nýja innréttingu. Ég bað nú svona vídeókameru sko. Vídeókameru til hvers? Búið til bíómyndir og svona sko. Bara taka upp ýmislegt. Og veistu hvað svona vídeókamera kostar? Já, svona kannski 60.000 eitthvað þannig. Já, hver er fermingargjöfin í ár? Það eru hljómtæki náttúrulega fyrst og fremst. Það hefur alltaf verið vinsælast. Finnst þér fólk farið að hugsa meira hvað gjafirnar kosta? Nei, ég held að það spáði meiri í þörfina, sko, segi ég. Það er kannski óskanleisti náttúrulega hjá barninu. Og það er reynt að finna út hvað það hefur áhuga á og þörf á. Og í flestum tilfellum það var að hljómtæki. Er það fyrsta fermingin í fjölskyldunni? Nei, önnur. Nei. Annað barnabarnið. Og hvað á að gefa? Sjónvarpstæki. Og hvað kostar það? Það kostar svona 40.000 með svona smá borði undir. Finnst ykkur það ekki aldrei rausnarleg gjöf? Jú. Já, við erum fleiri saman þetta. Finnst þér þú verða að vera mikinn þrýsting utan frá á krakkana tilboð og annað sem að tengist fermingum? Já, það er mikill þrýstingur frá öðrum krökkum sem er að fermast líka. Þau kannski fá svo öll þrýsting frá verslunum og fjölmiðlum en þau þrýsta hvort og annað. Þau eru ákveðin því að fá allir svona og annarkvæmt allir græjur eða allir eitthvað og þá náttúrulega stendur fólk upp og þorir ekki annað en að enginn vill hafa börnin öðruvísi eða útnöndan. Allur gangur er á því hversu stórar fermingarveislunar eru en svo virðist sem kökuboðin verði algengar í ár en oft áður og skýringin sem er gefin á því er sú að þau séu heldur ódýrari en matarboðin. Og hverjar verða nú veitingarnar? Það verða kökur. Veistu hvað koma margir gestir? Nei, ég veit það ekki alveg. Eitthvað svona 50-60. Sko, ég og frændi minn höldum veisluna saman. Hann er hérna líka. Og hvaða veitingar verða? Kökur. Verður þetta heima? Nei, þetta verður í litlum sal. Mér finnst þetta persónulega að vera orðið dálítið yfirgengilegt að sumu leyti því að maður heyrir ótrúlega tölur fermingarundirbúning. Ekki bara í sambandi við mat eða að fólki komið saman heldur að hafa gjafirnar og allt tilstandi í kringu það gengið langt úr hófið. Hvaða tölur hefur heyrt nefndar? Maður heyrt þetta frá 150 allt upp í 500.000. Og er þetta ekki þungur baki fyrir fjölskylduna, fjárhagslega? Jú, fólk verður að undirbúa sig vel fyrir svona. Það er alveg ljóst. 1-2 ár. Að byrja að spara? Já. Ertu kvíðinn fyrir morgundeginum? Svona alltaf stress bara. Hvað er það helst sem veldur þessu stressi? Að ég klikka á ykkur svona, komin upp alltarinu eða eitthvað svoleiðis. Og þá til útlanda.